Komiði sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 7. mars 2026 og Bitcoin í 68.431 $. Það ekki Björn Haraldsson sem sestur hjá mér en ég sé hann enga síður. Þú ert á Spáni, vertu blessaður Björn. Já, blessaður sæll, gott að sjá þig. Já, takk sömuleiðis. Tilfinningin eins og við séum þegar búin að vera að taka upp lengsta hlaðvarp í sögu þessa hlaðvarp. Þetta búið að vera svo erfið fæðing að láta þetta allt smella eins og vill nú oft vera þegar maður að gera svona hluti í fyrsta skipti. Já, þetta skemmtilegt tilraun, sko. Já, hvernig hana á Alicante? Heyrðu, það alltaf yndislegt, sko. Það reyndar, sko, það var eiginlega bara svolítið svona íslenskt sumar í gær. Það var bara skýjað og rigndi allan daginn, en það var svona samt 16-17 gráður. Núna fór ég í göngutúr ströndinni í morgun í hittanum á bólnum og þannig að það bara frábært, sko. Bara varlega, ég heyrði alltaf þegar maður í útlöndum að ekki vera að flagga því að maður sé kryptómaður, verið í Bitcoin treyju og Nei, ég var ekki í henni áðan, ég bara fór í hana sérstaklega fyrir podcastið. Já, fólk gleymir í hvað Ísland öruggur staður. Já, ég veit svo sem ekki hvort fólk myndi þekkja húuna. Það verður ekki viss, Myntkaup global brand. Herru, ok, sko, það sem ég var að hugsa með þennan þátt, ég held að það sé eiginlega nauðsynlegt að við fjöllum aðeins, ekki endilega eitthvað mjög deep dive, en það nauðsynlegt núna að við köfum þó dýpra í Clarity Act, bæði mikið búið að gerast og ekki síst vegna þess að þessar miklu hækkanir á miðvikudaginn sem að vísu hafa gengið nokkuð tilbaka, ekki alveg, sko, ég held að flestir séu sammála það að aðalskýringin sú að bæði það spyrst út og staðfest að Trump hittir Brian Armstrong og fundar með honum og þetta gerir hann sjáum til sko þegar hann í miðju stríði við Íran. Já, og við þurfum að tala það því það byrjaði rauninni ekki eftir Já, einmitt, ég líka reyndar með svolítið punkt varandi það, en einmitt, ég ætla bara svona klára að segja hvernig ég vil sjá þetta fyrir mér. Þú veist, hann fundar með Brian Armstrong og hann mjög afdráttarlaus á X eða Truth Social, þar sem hann segir bara, það gengur ekki að bankarnir séu með svona allt og mikið lítök á þinginu. Þú veist, þetta frumvarp verður að fara í gegn og þetta bara algjört kjaftæði ef við ætlum að hlusta á það að það með ekki greiða vexti, þessi kryptófyrirtæki með ekki greiða vexti á stablecoins vegna þess að bankarnir að gera kröfum að, sko, þú veist, löggjafarvald hjá þinginu og forsetanum, ekki bönkunum. Ok, þannig að, þú veist, þess vegna vil ég að fjallum, ok, hvað búið að gerast í þessu? Erum við mögulega að fara að sjá frumvarpi samþykkt í breyttri mynd sem hliðhollari kryptómarkaðnum, hliðhollari kryptófyrirtækjum og kryptónotandanum, neytendunum. Svo varandi stríðið og svo sendi ég bolta niður á þig. Ég alveg sammála því að það náttúrulega svona dóminerandi áhrifavaldurinn núna á markaðnum. Enga síður vil ég allavega við höfum það í huga við þá umfjöllun að allir miðlar að fjalla stöðugt stríðið. Þú veist, fattar hvað að fara. Þannig að þú veist, við höfum að bæta við þá umfjöllun sem hlaðvarp Myntkaupa, þú veist, þegar það verið að fjalla þetta á öllum, hvort það RÚV eða MBL eða whatever. Það eini punkturinn minn, þú veist að Já, við tölum kannski bara svona aðalega þetta út frá svona hvernig þetta getur þróast fyrir kryptó. Fair enough. En ok, ef þú kannski, ef ég fæ að byrja aðeins að spyrja, ég gerir það fyrir að þú hefur verið, hvenær flaugst út? Varstu mögulega í flugi þegar þetta var alltaf að gerast? Nei, ég flaug út á þriðjudaginn. Já, ok, þannig að þú
gerir ráð fyrir hefur verið þarna, þó að hafi verið í fríi á Alicante, þá hefur verið svolítið límdur við atburðarásina þarna á miðvikudaginn þegar verða mjög miklar hækkanir og já, bæði náttúrulega þetta sem ég var að segja með Trump og svo þetta frumvarp og Trump og Armstrong líka Sko, voru ykkur að halda áfram með þetta Jane Street dæmi, en ok. já, menn hafa verið að halda áfram með það í dag eitthvað, ég veit ekki hvað, þú veist, ég finnst það samt bara einhvern veginn, sko, eitthvað, ég veit það ekki, bara svona endurtekning eitthvað og verið að taka einhverja upplýsingar að þeir hafi verið að færa eitthvað fullt af einhverjum Bitcoin yfir á einhverja kaupöll, ég held að það sé ekkert að marka þetta, þannig að, en ef við bara byrjum frekar bara á hinu, en það er svolítið svona athyglisvert svona við höfum verið að tala á krypto að þetta stríð byrjar bara svipum tíma og rauninni allt sem að Trump virðist oft gera, hann byrjar eftir lókun á föstudögum, þetta byrjar einhvern veginn á laugardegi, þannig að þú veist það eina sem er opið á einhvern veginn þessum tíma hefur verið kryptokaupvellir og maður sá það svolítið í til dæmis Hyperliquid sem hefur verið mikið í umræðunni að þar allt í einu voru menn farin að treyta olíu og treyta ýmislegt einhvern veginn, sko. Það sem ég finnst svona áhugavert í þetta, því við erum bara að tala um þetta aðalút frá markaðnum, er að Bitcoin féll allar niður í 63 held ég eða eitthvað svona, sko. Og gull fór eitthvað upp og olía auðvitað fór upp, en síðan, sko, í kjölfarið, þú veist, auðvitað erum við að tala um einhverja fleiri þættir sem hafa áhrif, en þú veist, við erum vanir því að hlutabréf hafa einhvern veginn, sko, þegar þau lækka, þá lækkar kryptó líka, en hlutabréfamarkaður fór svolítið mikið niður og sama tíma var Bitcoin einhvern veginn það eina sem var að fara upp og meira segja því að þú veist, Suður Kórea til dæmis og Asía hefur alltaf verið frekar öflug í kryptóinu, þá fór, held ég, bara til með Suður kóreska kaupöllin niður 20% á skömmum tíma og það er, þú veist, og það er svo sem hægt að sjá það auðvitað alveg, þú veist, eins og þú segir auðvitað allir að tala um þetta, það er þetta mest mikið tala um þetta, hvað heitir þetta, Strait of Hormuz, skurðin þar sem öllu olían fyrir gegnum, það hefði einhvern veginn lokast og ef við skoðum bara svona út frá þessum heildarmarkaði þá þetta til dæmis Asía er svolítið háð innflutningi á orku og Suður Kórea til dæmis háður 95% af allri orku er innflutt og það sem menn fóru að hafa áhyggjur af er til dæmis að það myndi svona stoppa til dæmis alla þessa framleiðslu í svona chips í kringum gervigreindar innan sem rauninni heldur markaðinum uppi. Og já, og þú veist, en það áhugavert í þessu að þú veist, menn fór alltaf inn að segja, byrju, er það allt í einu bara, Bitcoin allt í einu til að vera að hækka, farin að vera bara hérna stóra valju aftur, sko. Þessi umræða sem nýlega búin að segja að það narratív var farið. Já, þetta er náttúrulega, þú veist, þessi svona Bitcoin fanatics, þeir náttúrulega hoppa strax, sko, til, þú veist, við tala um þetta fór hana á miðvikudaginn, miðvikudagskvöldið, fór þetta í 73,5. Og eitthvað aðeins ofar. Ég meina, nú erum við að horfa á 68,4, að vísu eru allir markaðir og nefndir hlutabréfaðan. S&P er niður 1,5% í þessum tölu orðum. Það er rúmlega hálftími síðan kaupillin opnaði. Þannig að allir markaðir er að leita mikið niður. Það er rétt, já, þú veist, Bitcoin átti góðan dag, en sko ástæður ég gef lítið fyrir að eitthvað ætla að fara að draga of víðtækar ályktanir af því, og ég veit að þú ert ekki að gera það, ég er bara að segja, er að ég myndi skilja ef það hefði verið ekkert annað narratív heldur en bara þetta ókyrrðar ástand í heiminum öllum, fyrst og næst vegna þessa stríðs en auðvitað fleiri atriði líka. En málið er það var bara svo skýrt narratív. Trump fundar með Brian Armstrong og Trump setur hann að þráð í loftið og það er það sem keyrir kryptomarkaðinu. Já, og þessi þráður, sko, ég með hann einnig fyrir framan mig, sko. Þú veist, hann segir bara mjög svona beint út að þarna bankarnir eru að draga úr áhrifum á Genius Act sem er svona það sem var búið að koma með því að halda þessu Clarity Act bara í gíslingu. Þannig að þú veist, það sem ég finnst svona
mjög áhugavert við þetta er að, þú veist, við skoðum umræðuna Clarity aftur í tíman. Þá kemur hérna Brian Armstrong fram hérna á sín tíma og fyrir að tala að, hérna, að þetta með að megi ekki hérna, borga hérna, vexti á stöðleikamyntir og það sé bara hérna, árás og kryptóbankarnir einhvern veginn að krefast að halda sínu og þú veist og fólk fái þá ekki að njóta þess að fá vexti og svo framvegis og fljótlega inn í þá umræðu þá verður svona kryptó og Brian Armstrong svona vondikallinn í herbygginu sem að hérna var að tefja þetta æðislega frumvarp einhvern veginn og Trump var einhvern veginn svolítið á þeim báti, þið verður bara að leysa þetta og hann tók aldrei neina afstöðu nema svona aðeins í áttina gegn kryptó en núna virðist hann á algjörlega snúist við og segir þetta hérna og svo sama tíma og hann gerir þetta bara stuttu seinna þá er hérna Trump Jr. Eric Trump, hann kemur líka með þarna færslu þar sem hann er að segja að bankarnir er að reyna að koma í veg fyrir að fólk fá að njóta þess að fá vexti og þessi bara enn eitt dæmi að þeir vilja bara halda sín gróða og svo framvegis. Sko, það sem mér finnst vera eiginlega langa áhugavert í þessu öllu saman er að gott og vel, ég skil það og fellst auðvitað á það að það er ekki gott ef lög eru sett í einhverju tómarúmi. Þú veist, ég myndi ekki bjóða mig fram til Alþingis og ætla að fara að setja lög flugsamgöngur sem dæmi og ekki hlusta á neina hagsmunaaðila hvað þeir hafa að hérna segja því að þá myndi bara koma út einhver vitleysa. Þannig að það er fullkomlega eðlilegt að bankar sem hagsmunaaðilar fái að veita umsögn og athugasemdir við lagasetningu þessi atriði. Staðreyndin eftir sem áður sú að löggjafarvaldið í Bandaríkjunum er hjá þinginu og forsetanum. Og það sem ég átti með að skilja sko, þú veist, fyrir mér það gengur ekki upp að segja að bankar sé að halda einhverri lagasetningu í gíslingu. Því að ef þingið er nógu sjálfstætt, þá náttúrulega bara hlusta þeir ekkert á því, eða skilju, gott og vel, jú, við hlustum á athugasemdirnar, gott og vel, þeir vilja ekki að kryptófyrirtæki geti greitt vexti, við erum búin að hlusta og bara, hérna, þú veist, málið afgreitt, sko, skilur, en það er eitthvað, umræðan er þannig eins og bankarnir fari bara með atkvæðarétt á þinginu, sko, skilur hvað er að fara, þú veist. Já, en þú veist, mér finnst ég ennþá njóta þess að hafa farið í stjórnmálafræði menntaskóla og lært bandarískt stjórnmálakerfi þar sem að rauninni talaðu að lobbyistarnir séu með gríðarleg áhrif og það er oft talað þetta banking committee sé áhrif. Ég alveg saman, fyrir ekki að grípa fram, auðvitað eru það, en ég bara segja að þarna er umræðan orðin þannig eins og þetta sé ekki einu sinni lobbyistar, þetta sé hreinlega bara partur af löggjafarvaldinu. Já, og þetta var líka sagt með Brian Armstrong að hann var að koma í veg fyrir þetta og hann sagði þetta sjálfur, ég er ekkert að greiða neina atkvæði. Já, ok, einmitt. En ég meina, ok, gott og vel, ég skil vel að þeirra hugsaður, við erum að setja ykkur grundvallarlagabálk sem vonandi gildir bara lengi og við viljum að taka sem minnstum breytingum. Þannig að við viljum, þú veist, we want to get it right. Þannig að ég skil upp á það að gera. Ef ég er að setja á, tökum sem dæmi bara kvótakerfi fyrir sjávarútveginn eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, frekar að vera að reyna að keyra það í gegn. Þú veist, ok, þó þetta sé að fara að fresta með 1-2 þing, einhverja mánuði, jafnvel ár, þú veist, frá sjónhóli löggjafans breytir ekki öllu máli heldur aðalmarkmið okkar að fólk getur litið tilbaka til 10 ár, 20 ár og sagt, jú, þetta var frekar vönduð lagasetning. Þannig að sem er rosa áhugavert, af því að þú veist, í rauninni umræðan er búin að vera lengst af í kringum þetta þegar menn kryptó var að mótmæla þessu með þú veist, þetta með lögin með, þú veist, þegar var eitthvað svona spurning hvort það erði eitthvað svona know your customer inn í DeFi og venda þessa þá sem er að þróa fyrir það er ekki dæmdir fyrir það að eitthvað sem einhver annar gerir sem notar tækið, þá voru menn alltaf að segja og meðal annars menn í kryptóheirum að segja, heyrðu, komum þessu bara í gegn og lögum þetta seinna og ég skil ekki þá umræðu, menn það var ástæðan fyrir því að við gáum eftir að kryptóiðnaðurinn gaf eftir með í þessu Genius Act sem er bannað að vera með
stablecoin eins og við tölum í síðasta bara við ætlum að laga þetta seinna og svo kemur Clarity Act, ok, þá segja þær aftur, við lögum þetta bara seinna. Þetta var svona, eins og þú var að segja, við kemum með eitthvað svakalega lélegt kvótakerfi og svo allir á mótið og segja, heyrðu, förum bara við gegn með þetta, samþykkjum það og tölum svo saman síðar. Einmitt, það bara megar ekkert senn, sko. En þú veist, það er ótrúlega áhugavert að sjá þegar toppurinn í stjórnkerfinu er svona gríðarlega afdráttarlaus. Gleymum því heldur ekki að forseti Bandaríkjanna er náttúrulega með neitunarvald. Og það er stundum talað sko neitunarvald forseta Íslands sem er auðvitað ekki neitunarvald, hann hefur bara heimild til þess að skjóta frumvörpum í þjóðaratkvæðagreiðslu og ef þjóðin segir já þá verður hann að skrifa undir. En forsetið í Bandaríkjanna, hann eins og ef honum líkar ekki eitthvað frumvarp, þá einfaldlega getur hann bara sagt nei og þá er það málið dautt. Frumvarpið verður ekki að lögum. Og hann er bara búinn að segja, þú veist, svona á frumvarpið að vera og þið verða að keyra þetta í gegn. Hann er enn sem komið með báða deildirnar. Þú veist, það væri rosalega skrítið ef þetta frumvarp og það er ástæðan, gerir ráð fyrir ef við getum gefið okkur að markaðurinn getur stundum verið sæmilega rökréttur, að krypto rauk svona svakalega mikið upp við þetta, að markaðurinn fékk bara confidence, þetta frumvarp er að fara að vera samþykkt og þetta er að fara að vera samþykkt í krypto vinveittri mynd. Já, ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér, að þú veist að við vorum að tala þetta með stríð, þú veist, þú skjótaði inn í að þú veist, ef við hugsaum markaðinn og stríð, að einhverju leyti sko getum við sagt að markaðinn ræður verst við þessu óvissu tíma þegar við vitum ekki hvort það sé að fara að koma stríð. Síðan ef við skoðum bara stríða aftur í tíman eins og Íraksstríðið, þá fyrir markaðurinn upp á meðan stríðið er. Og ég veit að, þú veist, einhverju leyti vill maður helst ekki tala þetta út frá þessu, en við viljum ekki stríð sko. En þú veist, ef stríð dregst á langinn, nú er, þú veist, Trump að biðja einhverja auka fjárveitingu til að fjármagna þetta stríð. Hann talaði fyrst þetta myndi klárast 4 dögum og svo sagði hann 4 vikur og ef þetta dregst eitthvað lengra á langinn sem hann vill örugglega ekki, að þá rauninni sko erum við að fara að setja peningaprentuninni í gang og þú veist, og það mun mögulega bústa kryptómarkaðinn. Ég er ekkert endilega viss að kryptó fari endilega niður bara í ljósi stríðsins, sko. En í sambandi við þetta clarity, að þú veist, ég held að það sé alveg rétt hjá þér, að það er miklu meira það sem að var að hafa jákvæð áhrif á markaðinn. En þú veist, segjum það hafa verið jákvæð áhrif á markaðinn. Þá er þetta kannski bara fyrsta skipti í mjög langan tíma sem að jákvæða fréttir, það voru ykkur fleiri, jákvæða fréttir að detta inn. Það er bara þetta Trump-dæmi að Trump hafi postað þessu svona afgerandi og síðan Brian Armstrong hefði farið í Hvíta húsið. Þú veist, við höfum ekki séð jákvæðar fréttir hafa jákvæð áhrif á markaðinn einhver tíma. Já, einmitt. En segðu mér eitt, Björn, treystir okkur til að fjalla aðeins eða viljum við fresta því aftur hérna kannski eina viku en mig langar að spyrja þig treystu okkur til að fjalla aðeins að svo stöddu sko hvaða nákvæmlega sem er að fara að breytast eða verða betra verði Clarity Act að lögum af því að það er einhvern alltaf talað bara í umræðinni öll svona fréttaumræða sem þú lest, öll svona fjölmiðlaumfjöllun sem þú lest Clarity Act bara alltaf það sama, bara sagt já svona institutional TradFi aðilar eru búin að vera að kalla eftir skýrari löggjöf og hérna svona gagnsæra regluverki með kryptóiðnaðinum áður en þeir fara svona dabble with it og nú það er að koma með Clarity Act og þá geta allir einhvern veginn þá eru meira adoption hjá þessum legacy aðilum. En það er aldrei fjallað nákvæmlega hvað er að koma nákvæmlega með því að sko, þú veist, þú ert ekki bara að setja einhver lög og já, nú er allt skýrara. Þú veist, og þá er þetta, það er náttúrulega svolítið mikið dýta að alltaf fara að pikka í einstaka efnislega atriði út og ég viðurkenni að svo stöddu ég ekki með
er Nei, ekki það búin að er kynna líka þetta bara, nógu mikið, en við erum þó alla búin að tala um þetta með vextina. Við erum búin að nefna nokkur atriði sem eru neikvæð fyrir kryptó. já, Og nú eru útlit fyrir að þau séu vonandi að baki. Nú það er þetta, þessi neikvæð atriði voru að kryptófyrirtæki með ekki greiða vexti til viðskiptavina á stablecoins. Nú það er þetta með KYC á DeFi, það má vel vera að það verði áfram já, inni. já, held að það verði ekki inn í það orðrómurinn í dag, en þetta er alltaf að Og breytast, hvað, svo var eitthvað sem var alveg fatalt með einhverjar hömlur á non-custodial wallet, sko, eða self-hosted wallet, sem Trump bæði vegi búin að lofa, ég mun aldrei skerða þann rétt, sko. Já, ég Það held atriði að, sem ég hef ekki áhyggjur af verði. Við erum búin að ræða nokkur atriði neikvæð. Svo er þetta demókratar hafa gert kröfu að það erði svona siðferðis hluti inn í þessu sem að gerir þingmönnum og forsetum og ókleift að einhvern veginn græða á eiga mikið í þessu eitthvað svo leið, sko. Trump mun aldrei samþykkja það að segja það, sko. Ég veit ekki hvar það stendur í dag, það er minni umræðum það í dag, sko. En sko, það er eiginlega ekki hægt að þetta er alltaf að breytast, að fara einhvern veginn deep dive hvernig þetta mun líti út. Það sem að kannski svona, það sem varst að segja með banka og fjármálastofnanir komi inn í kryptó, það er kannski aðalega það verður svona meira clarity yfir hvað sé, hvað heyri undir fjármálaeftirlitið og hvað heyri undir, hvað heitir það, CFTC, Já, einmitt. Sem er ekki að tala um batteri sem er með $250,000 trygginguna, innstæðutrygginguna, það er apparat sem er FDIC, held ég, eða eitthvað alveg. Já, og í grunninn er það rauninni bara hvað sé security og hvað ekki, og þessar stofnanir sé ekki tilbúnir, og þetta skiptir máli fyrir þessar real world asset og svo framvegis, og þessi bankar og stofnanir sé ekki tilbúnir að fara einhvern veginn all in fyrir en að því það sé orðið komið og hreint. En svo ég var að hlusta á viðtal í gær við Arthur Hayes, og hann sagði nú eiginlega bara þetta muni bara, hann heldur þetta skiptir 0 máli, menn sé bara endalaust að tala um hvað þetta skiptir miklu máli og hvað skiptir máli að fá institution, bara við þurfum bara að rifja upp af hverju við erum í Bitcoin og ekki endilega alltaf vera einhvern veginn að grenja í þessum aðalum og koma meira inn á markaðin. Ég held að menn sé aðal í kryptón sé hugst bara út frá verðinu, að það geti hækkað verðið, en svo er bara spurningi, skiptir þetta svona miklu máli? Ég veit það ekki. Ég stend allan á því sem Brian Armstrong sagði, sko, hvað sagði hann, engin löggjöf er betri en slæm löggjöf, sko. Já, ég held að þessi allir ætti að geta verið sammála um það, sko. Og þú veist, ég hugsa kannski að þú veist, þetta er líka svona fólki mun líða einhver veginn, það mun vera með svona meiri vissu að það sé ólíklegra og vonandi óhugsandi að skandall eins og FTX geti endurtekið sig. Skilurðu mig? Ég held að þú veist, eftir FTX skandallinn sérstaklega nóvember 22, þú veist, þá var svo gríðarlega skýrt ákall eftir að þetta væri eitthvað meira traditional hefðbundi fjármálumhverfi með hefðbundi fjármáleftirliti og hefðbundum fjármálakröfum, af því að hvernig í veröldinni getur verið bara eitthvað risastórt fyrirtæki sem er með einhverjar milljónir eða tugi milljóna viðskiptavina sem eiga einhverja milljarða dollara á eignum, og í ljós kemur bara, þú veist, það er ekki einhvern til einasta fundagerð stjórnafundi, sko, hjá þessu fyrirtæki, skilurðu. Þeir áttu ekkert Bitcoin, eða þú fattar mig, þannig að það er bara svona, ég held að sé líka dálítið, þú veist, FTX trámað er alveg enn, þú veist, það er alveg enn verið að
tala aðeins FTX, þú veist, fattar hvað að fara, skilurðu. Já, Þannig ég held að þetta sé pínu svona, þetta er líka hluti af einhverju healing processi að svona fá einhvern financial institutions til að faðma þennan sektor alveg og fá löggjafann til að koma og segja, við ætlum líka leggja okkar fram, að þá svona einhvern aðalega ókei, þá líður mér betur að vera með sparnaðinn minn hjá einhverju Kauphöll, einhverju kryptófyrirtæki, því að ég er í meiri vissu núna að það er ekki eitthvað húlumhæ bak við tjöldin, sko. Og þessi punktur er kannski líka bara ágættur, því þú veist þarna samt Kauphallir og svo framvegis. Sumir vilja meina það og ég er með ákveðin spurningamerki við hlutaði. Ég veit bara að ég veit ekki svarið við því, sko að það er alltaf einhver orðrómur að Kauphallir eins og Binance og fleira sé sjálfur að einhvern veginn hafa áhrif á markaðinn með að kaupa og selja og með Clarity Act verði komið miklu meiri strúktúr í kringu þetta, hvað má ekki. Eins og gerist bara með hlutabréfamarkaðinn á sínum tíma að það var alls konar í gangi áður en það komið skýrar reglugerðir. Þannig að þú veist, ef við gefum okkur, nú erum við að tala um Jane Street, en við gefum okkur þessa umræðu sem við verið með Binance og Wintermute, að þá er svona að tala menn að það verði ekki hægt. Það sem ég spyrir mig svolítið, stærsti hluti trading á Binance eða stærsti hluti bara þeirra viðskiptaði er á Binance International en ekki Binance US. Nei, ég átta mig ekki alveg á hvernig það er, sko. Nei, það er alveg rétt. Þetta mun ekki hafa áhrif á þennan arm sem er náttúrulega 50 sinnum stærri eitthvað eldur en Bandaríkja arminn þeirra. En þetta er samt held ég liður í því að gera USA of the crypto capital of the world eins og Trump er alltaf að tala um. Já, það er það sem hann segir í þessu Truth Social dæmi, að við ætlum að gera það og bankarnir er einhvern veginn að reyna að skemma það. Þú veist, ég held að það sé, þeir eru alveg búin að leggja spilin á borðið að þeir vilja ekki að kryptófyrirtækin fái að keppa eftir sanngjörnum leikreglum, sko. Sástu viðtalið við Jamie Dimon? Ertu að tala í Davos eða eitthvað eftir það? Nei, bara núna daginn, þar sem hann var bara eitthvað pirraður út í kryptó og sagði einhverja setningu, þú veist, svona eins og þeir að skipta okkur á okkar starfsemi, þú veist, ef þið viljið vera banki, bara verðið þá banki. Einmitt, áherslan að segja það, því nú veit ég Crypto.com í því ferli að sækjum bankaleyfi í Bandaríkjunum. Kraken er búið að vera með bankaleyfi mjög lengi í Delaware í allavega einhvern 5, 6, 7 ári eða hvað er? Já, saman með þetta, ég held að Crypto.com ég var að posta allavega Crypto.com Secures Conditional Approval for National Trust Bank Charter. Já, ok, eru mögulega konið með það, já. Já, og svo þetta risafrétt sem kom í vikunni líka, fyrst þú varst að tala um Kraken. Kraken var í þessari viku fyrsti bankin í Bandaríkjunum til að fá svo geta Fedwire. Já, reikning á Seðlabankanum, já, einmitt, ég sá það. Einmitt, það er risastórt, sko. Já, þú veist, og við hugsaum bara, af hverju skiptir þetta máli? Þetta þýðir það rauninni, þeir hafa beinan aðgang núna að þetta er reyndar svona eitthvað, sko, þetta er 4 mánaða gömul löggjöf sem var sett löggjöf eða reglugerð sem var sett hjá Seðlabankanum sem er með svona meira narró leyfi, þeir eru ekki með alls konar eitthvað vexti og eitthvað fleira en þeir eru með þetta að geta sótt pening beint þarna, þannig þeir eru ekki háður að viðskiptu við banka og þetta er rauninni bankahlutin þeirra sem varst að minnast á sem er í Wyoming. Já, það er ekki Delaware, það er kannski Wyoming. Þetta er Wyoming. Já, ok. Og það sem að rauninni, sko, ef við minnumst þess bara til dæmis, sko, fyrir ég man ekki nokkur ár síðan, þegar 3 bankar fóru undir sem voru allt bankar sem tengdust kryptóviðskiptum og viðskiptum við Kauphallir og Kauphallir lenti smá vandræðum tengdust þeim alveg bara þeir voru að þjónusta kryptófyrirtæki. Var það ekki all tengingin? Jú, og þetta gerir það verkum að
að Kraken þá er ekki háð að vera með þjónustu við banka lengur. Uh, einmitt. og í grunninn kannski bara aðalega, þú veist þetta Og, að, og, 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 og sko, sjá til, ekki bara, sem sagt, þarf þá Kraken ekki og Crypto.com ekki að, sem sagt, fá þjónustur á öðrum bönkum, heldur geta þeir fara að þjónusta önnur kryptofyrirtæki, fattur hvað er að fara, nákvæmlega, já, sem er og alveg mjög risastórt líklega muni, atriði. Ef þau standa saman, skilurðu, já, þá er eitthvað svona Operation Choke Point, það er ekki takt lengur. nei, einmitt, Og hérna þess að held ég að þetta sé dálítið svona be careful what you wish for dæmi hjá Jamie Dimon. Ég er ekki svo viss hann vilja þessi risa fyrirtæki, þú skrift og kom með 100 miljón pluss vístöfinni, Coinbase með 100 miljón pluss vístöfinni, Kraken með eitthvað 10 miljónar vístöfinna. Ég er ekki svo viss að þú sért mjög peppar í að þeir fari full force líka í hérna banking og saminni þetta kombo, bara krypto og banking skiluru og allt einu bara býtu, ég er að fá hérna 0,2% vexti á dollarna mína hjá Goldman Sachs eða eitthvað og ég get fengið hérna 6% eða eitthvað fyrir bara dollar hjá Crypto.com eða hvað það er, já, skiluru, þannig já. að þú veist. Og fleiri eins og þú nefndir Crypto.com, að fleiri munu sennilega að fara þegar Kraken bara fyrstir, Mér sko, þykir mjög en líklegt að Coinbase gera það líka, sko. alveg 100%, sko, Mér finnst og það sem mjög mér líklegt. finnst bara í þessu samhengi líka, bara þurfum að tala þetta svona bankar, krypto, armur, það er alltaf verið að tala þetta með Clarity Act, að hérna krypto þurfi á Clarity Act. Það gleymir svolítið umræðinni að þarf ekki bara bankarnir miklu frekar á Clarity Act heldur en krypto á Clarity Act, af því að þeir þurfi það til að geta farið inn í þennan heim og fengið þessar tekjur sem að kryptofyrirtækin Coinbase og fleiri hafa verið að fá. Þannig að þeir þurfa miklu meira á þessu að halda og ég held að kryptofyrirtækin ætti að reyna að hugsa miklu meira þannig, sko. Þeir Já, þurfa meira það er mjög góða á punktur. þessar reglugerð halda heldur en við, sko. Já, það er enda mjög, ég held að það sé reyndar fárulega góða punktur, einmitt. Er þetta gott fyrir kryptofyrirtækinu, er þetta fyrst og fremst gott fyrir bankana? Ég held samt að bottom line er þetta, þú veist, sem neytandi, sem kryptoholder, sem kryptofjárfestir, þá viltu þetta. Ég held það bara, þú veist, ég held að bottom line-ið að þú vilt að þetta sé Coinbase og Goldman Sachs, skilurðu, að þeir séu ekki endalaust í stríði hvorum annan, skilurðu, þú veist, það er svona mitt take á þetta. Já, nema maður sé bara í uppreist við bankana, sko. Já, það er svo það. En sko, ok, já, mér fannst þetta ágætlega skemmtilegt. Hérna, sko, við höfum kannski ekki tök á því að hafa þetta eins langan þátt og venjulega, þar sem við erum hérna komnir bara langt fram yfir bókaðan tíma, en sko, mig langar nú samt endilega að við myndum halda okkur við bókahornið sem átti að vera síðast og muna það svo í lok þessa mánaðar að hafa það, þú veist þannig að vera 2 í þessu mánuði. Er það ekki rétt skilið hjá mér Jú, að þú ert með bók? ég er með bók. Ok, Já, ég kláraði þessa bók bara í gær og og það er þessi hérna bók, The Big Print. má ég spyrja, finnst konuðinni skemmtilegt að fara með þér til útlanda þegar það er bara kryptó, það eru bækunar, fyrirgefðu. Já, þú veist þetta er ágætt samkomulag, sko. Hún fer í málið og ég reyna að lesa. Ok. En já, þú ert með bókina The Big Print. Ég þekki ekki Já. þessa bók. Ég get svona nokkuð gefið mér af titlinum að ráða að þetta fjalli þessa peningaprentun. Já, Ég hugsa bókina Fiat Standard sem við fjallaðum, að þetta sé svolítið mikið af svipuðu meiði. já, sko, við getum sagt, sko, ég veit ekki hvort að maður getur sagt, sko, þó að Bitcoin Standard og Fiat Standard og Broken Money sé svona, hvort þú getur sagt að það sé svona akademiskar svolítið, svona hvernig kerfið virkar.
Einmitt. Ég Uh, myndi lýsa sko Broken Money mjög akademísk. Fiat standardin myndi ég segja, þú veist, þú getur svona akademísk en hún er svona, hún er mjög technical, já, Fiat standard. og þetta, við getum sagt Bitcoin standard er svolítið svona hvernig peningakerfi heimsins virkar. Mhm, Broken Money er svolítið svona pípulagningarnar í peningakerfinu, sko. mhm. Þessi bók er bara svona sérstaklega bara út frá þessu hvernig og sérstaklega í svona nýrri tíma hvernig hérna uh, peninga eða svona stýring seðlabanka hefur áhrif á budduna þína. Hún er svolítið svona ég myndi segja svolítið svona persónlega útskýring og þegar ég segi persónleg hugsa ég kannski tvennt. Það er annars vegar hann nefnir, þú veist, sig, pappa sinn, afa sinn, jafnvel börni sinn, svona kynslóður, hvernig það hefur áhrif og hvernig það hafði áhrif. Og hérna en sérstaklega svona persónulega þýlitin til að hún kemur svolítið vel inn á svona hvernig þetta kerfi hefur neikvæð áhrif á budduna þína og jákvæð áhrif á þá sem eiga peningan í heiminum. Og eiga Og eigninar. já, og eiga Eiga eignirnar, eigninar, já, sko. eiga eignirnar í heiminum og hann talar sérstaklega um þetta svona, sem ég er svona athyglisvert í þessu, er svona þetta tímabil frá 2008 að 2008 hafi í rauninni sko svolítið svona stjórnvöld gefið svolítið út sama hvað gerist þá munum við alltaf bjarga kerfinu, þá munum við alltaf bjarga bönkunum, þá munum við alltaf bjarga þessu með peningaprentun og það mun alltaf hafa neikvæð áhrif á peningaböndu almennings einhvern veginn og þú veist, og út frá verðbólgunni og bara við höfum alltaf minni kaupmátt og svo framvegis og svo 2020 þá hafi þetta 2008-2009 þetta farið í turbogýrin einhvern veginn sko. Mhm, Þannig að þú veist, mér finnst sko, ég er svona aðalega kannski, jú, kannski er hún líkust Fiat standard hvað þetta var þar sko, mhm. en samt svona, hún er skrifuð meira svona á svona afslöppuðu, þægilegu, persónulegu tungumáli. Það hljómar þetta mjög vel. Þannig að hún er, að þið sko, ég las Fiat standard, mér fannst hún mjög góð bók. En ég hugsaði að það hjálpaði mér klárlega að lesa hana að þá var ég, sko ég vil ekki orða þetta, hann að sé þetta miskilja þetta, að því að maður er auðvitað ekkert búinn að missa eldmóðinn. En eldmóðurinn gagnvart sko að vera á skólabekk sem kryptó maður, fattarðu mig. Já, Ég skal alveg bara viðurkenna það, ég er ekki með sama eldmóð að vera að læra, skilurðu, á skólabekknum, þú veist, í kryptó. Ég er auðvitað enn að halda mér, þú veist, en þú veist, ég tók þannig tímabil alveg sem ég var relentless í að læra þetta betur, skilja þetta betur og ég var enn í þeim gír til að Fiat standard, það hjálpaði mér. Ég er ekki eins vissum ef ég var að lesa hann í fyrst skipti í dag að ég hefði lesið hana eins hratt. Þú veist, ég skal bara það er ástæðan fyrir því að mér gengur mjög hægt að lesa Broken Money, skilur, ég tek svona smá í henni og smá í henni og smá í henni. Þannig að það hljómar ágætlega fyrir mig að mér heyrst það vera svona skemmtilegri lesning. Já, og þú veist, auðvitað er það, þú veist, þú nefnir að lesa mikið, þá er þetta mikla endurtekningar, en ég veist líka bara svona að því hann er að taka dæmi af, þú veist, rekstrinu sem Avans var í á sínum tíma þegar þessar ákvörðunar var teknar, þegar hann var í sínum fjárfestingum byggðar á því sem var að gerast í hruninu og hvernig síðan svona Seðlabanki greip inn í og það snéru öllu við einhvern veginn og svona hvernig þetta hefur áhrif á bara, þú veist, þetta með kaupmátt og svo framvegis. Mér finnst það mjög gott og svo fer hann þetta í hvernig svona eins og flestir sem er að skrifa þessar bækur, hvernig Bitcoin getur breytt þessu, en það er ekkert stór hluti af bókinni, það er kannski bara svona 1/5 af bókinni. All right. Þannig að þú veist, ég veit ekki, þetta er ekki bókin sem ég myndi segja væri eina bókin sem þú ættir að lesa, það væri væntanlega Bitcoin standard einhvern veginn, sko. En ef þú ert eins og ég, er bara gaman að lesa
bækur í tengslu við hérna með kryptó, fjármálakerfi heimsins og svo framvegis og fiat-kerfið, að þá mæli ég alveg með eindregið með þessari bók. Hún er frekar nýleg, ég veit ekki hvort það var gefin út 2025, það er allavega kemur hérna kaupendasjóðnir inn í þetta líka og svo framvegis, þannig að hún er svona frekar nýleg. All right, hljóma vel. Við hérna The Big Print. Big Print. Og við munum svo eftir að næsta bókun verður í lok þessa mánaðar, ekki byrju næsta. Maður komið skemmtifrétt. Endilega. Ég var bara að sjá þetta rétt áðan, sko, rétt áður fórum við í útsendingu. Þannig að hefur ekki séð hérna svona ljósmyndir þegar allir með síðan FBI eða eitthvað leys er að taka einhvern risa glæpahóp og þeir taka myndar sér með öllum peningunum til að sýna hvað þeir eru duglegir. Einmitt. Eru þið hérna Suður-kóresk stjórnvöld, þeir voru að gera upptækt í einhver glæpaklíku, eitthvað kryptó og þeir tóku mynd af sér. Nema eina vandamáli var að á myndin er sítfreysið af öllu kryptónu sem þau voru að taka. Ok. Þannig að 4 mínútur seinna var búið að stela að þeim. Nei, býtu, ég ætlaði ekki að klára spurningu. Ég gaf mér að þeir væru alltaf búinir að senda kryptóið á næsta grínast. Nei. Jesús almáttur. Vá, ég verð nú að fact-checka þetta þegar ég kem heim, sko. Ef þetta er satt, maður getur ekki trúað öllu sem maður les, sko. En Jesús almáttur ef þetta er satt, sko. Vá. Maður alltaf hefur heyrt svona, það var einhver streamer sem lenti í þessu, en hann lenti í þessu vegna þess að hann var með screen sharing og setur óvart, það sést óvart í sítfreysið hans. Og það gerði það sko í hálfa sekúndu eða 1 sekúndu eitthvað. Hann fattar það strax og hann fer og þú veist ætlar að bjarga þessu. Þá var einhver sem var að horfa sem var búinn að taka mynd af þessu. Var eitthvað að gat spól tilbaka eða eitthvað álíka og tæmdi hann sko. Og það hefur gerst nokkru svona hlutir. Ég sá eitthvað myndband sem að lögregla var að handtaka einhvern mann á einhverju bíl og það er eitthvað svona myndavél í gangi og þeir taka eitthvað blað, hvað er þetta? Þetta er eitthvað kryptodót eitthvað. Það var að sítfreysið hans en það náði að reddast sko. Já, en sko, þú veist, wow, ég verð að fact-checka þetta því að ef þetta er rétt, þá er þetta einhver svakalegasti blöndir bara í sögu allra lögreglustarfa sko. Þannig að, já, skemmtifrétt að má deilum það, ég er ekki vissum að lögreglunni Suður-Kóreu, hún skemmti sér mikið, en maður má nú ekki taka lífinu alvarlega, það með ekki brosa góðlátlega að svona hlutum, því að ónefndilega er þetta ónefndilega mjög komískt sko. Þetta er reyndar það komískt að maður myndi halda að þetta væri atrið og grínmynd sko. En hérna, all right, eru þá ekki bara nokkuð þokkalegir? Jú, Morgan Stanley, þeir voru konir hérna mestu með kaupallarsjóð, en voru núna að sækja sinn eigin kaupallarsjóð sem er mjög áhugavert í ljósi þess að þeir eru mjög íhaldsamir hvað þeir stofna að setja á sitt eigin nafn. Það er bara svona áhugavert. Einmitt. Það er allir að koma ból, maður. Þetta áttur að vera svo obvious þegar þessi bjarnamarkað er búinn. Hvenær sem það verður, við komum næsta bólamarkað, þá á þetta eftir að vera svo obvious að þú veist, ef fólki leið obvious núna í 100k, þegar þetta var í, þú veist, þegar mann hvernig leið í 15k, þú veist, þetta áttur að vera bara, þetta áttur að vera meira obvious en internetið, þetta áttur að vera meira obvious en rafmagnið, ég sver líka þess. Og þú veist, maður finnst þetta eigi að vera obvious, því að þú veist, ég heyrði eitthvað segja, sko, ég held að við séum orðið svo samdauna ykkur, við erum búin að tala institutional adoption, en þegar við skoðum hvað eru margir að fara inn í þetta, hvað mikið að real world asset komið á bálkakeðuna, hvað hinir og þessir eru að gera,
þá er það svona nánast eins og ekki nýfrétt heldur endurtekning og þó að meira sé að gerast að þá finnst þessi svona almenna kryptóáhugamanni eins og ekkert sé að gerast. Nei, En það verður ekki obvious fyrir verður fyrir upp. en á þessum nótum sko það var nú einn maður sem sagði sko að vandamálið við menn eins og okkur og alla þá sem verja mjög miklum tíma í að stúdera Bitcoin og kryptó og komast allir að sömu niðurstöðu að þetta er náttúrulega framtíðin. Að vandamáli sem þessir menn, og þar með talið þá við, hafi þessi maður rétt fyrir sér, glími við, er að þeir eru svo heimskir en þeir fatta það ekki. Okay. það var í alvörinni, þetta er íslensku maður, ég ætla ekki að Ég veit ekki hvort ég á beður rökstuðning. Ég ætla ekki að segja hvað þetta er, en sem svo ég vissi sko ekki hvar ég hefði hann skiluru kryptó, ég var að tala heil mikið sko og þá kom hann með sko, já, mér sýnst bara vandamáli sem allir þessi sem eru hrifnir af Bitcoin og rafmyntum er að þeir eru svo heimskir en þeir fatta það ekki en þú veist, ég meina eiginni dómari í sök, Björn, við verðum bara að fá að láta tímann leiða þetta allt saman í ljós. Ég skal alveg viðurkenna, þú veist, þegar maður er að eiga í sem verstu og erfiðustu köflunum í kryptó, þá líður mann ekkert akkúrat þá stundina eins og maður sé alveg ofur klár. Ég skal alveg viðurkenna það. Sígandi lukka er best og við erum nú þráttur allt hérna í tæplega 70.000. Herru, ég segi þá bara njóttu frísins. Takk fyrir það. Og ég skora á þig, Björn, að reyna að slaka á. Ekki spurning. Já, og ég þakka ég þarf þetta að reyna að slaka á og lesa svo ég hafi bækur á næstunni. Já, einmitt. Já, góð punktur. Ég þakka þér, Björn, kærlega fyrir spjallið. Sömuleiðis. Og ég þakka ykkur, kæru hlustendur, fyrir hlustunina og áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur af vikuliðinni. Þangað til næst, verið sæl.